Jú, maður skilur kannski betur. Þarna kvöldu þeir Hemmi Gunn og Raggi Bjarna að sinni. Við þökkum þeim fyrir skemmtilega þátttöku í borðtenniskeppni. Hemmi kominn áfram í áskoruninni okkar. Við ætlum að líta nú við hjá Jóni Jónssoni, jeppa áhugamanni. En þennan fallega jeppa smíðaði hann sjálfur. Jeppi sem var fluttur inn 1975. En Jón keypti hann af manni af vellinum 1988 og hefur verið að gera hann upp síðan þá. Bíllinn kom á götuna núna í vor. Já, ég hef síðan í nóvember búinn að reyna hann aðeins í snjónum í vetur og hann hefur reynst alveg frábærlega vel. Þetta er ótrúlegt að tveggja hálfstóna frammi skuli geta flotið ofan á snjó. Hvað er eitthvað svona sérstakt sem að bílaáhugamenn ættu að vita um þennan bíl? Öðru fremur? Vélarstærðin til dæmis? Já, það er 318 kumbík. Það er náttúrulega búið að gjörbreyta öllu undir bílum. Fleiga hásingar til að stefna þeim á móti gírkössum. Og það var bara í gegnum allt í þessu eiginlega. Það kæmi ekki til greina hjá þér að taka þátt í torfærukeppni, þú tímir því? Nei, ég hugsa nú að svona bíl hafi nú ekki séns í torfærukeppni sem slíka. Það eru orðnar þess áttar í dag. Kannski fyrir 10-15 árum hefði mátt reyna svona bíl í torfærukeppni. Bílar sem þessi eru algengari sjón á götum landsins á síðustu misserum komast eflaust mikið, en ég held að sé nú fæstir sem að keyra þó yfir bíla á þessum trökkum. Þetta gefur þó góða hugmynd hvað þessi jeppi getur. Hvað kostar eitt stykki dekk undir svona bíl? Já, ég keypti þessi dekk fyrir 1,5 ári síðan. Þá kostaði stykki 31.000. Duga þau jafnt sumar sem vetur? Já. Annars er nú til önnur gerð af þessum 44 tómmu dekkjum sem er nú talin duga betur í snjó. Ekki skaltu segja mér að frúin skreppi á þessum bíl út í búð? Hún er nú ekki mjög hrifin að þessu, en þá nú í vetur einu sinni þá skruppum við í Jósefsdal og láta strákana renna sér á snjóþotu og þá lendi ég í það að slasa mig á hné. Þannig að hún neyddist til þess að keyra í bæinn. Það gekk í fínu lagi alveg. Gekk í fínu lagi? En það hefur ekki duga til þess að koma inn áhuga hjá henni? Nei, þetta þurfum við nú meira til sem fá áhuga þessu. Stefán Ingi, annar tveggja sona Jóns, er vontinn af bílum hans pappa og hann er búinn að finna leið til þess að komast upp í hann, enda þótt hann sé litlu hærri en dekkin. Hefur einhvern tíma fengið að stýra bílum? Já, ég hef fengið að stýra hann á hann í svona áur við fjöllum. Og varstu ekki hræddur? Nei. Ætlar þú einhvern tímann að eigna svona bíl út á hann stóð? Já, þegar hann er búinn að selja hann þá ætla ég að kaupa hann. Ætlar að kaupa þá? Já. Ert þú með svona smá jeppadellu? Já. Horfið á torfæruþættina í sjónvarpinu? Já. Og við fórum síðan í ökutúr yfir Subaru bílinn vinstra megin og BMW bílinn hægra megin. Það verðist lítið mál, bara maður á rétta jeppanum. Er hann til sölu? Nei, hann er ekki valur. Ef kemur að því, hvað myndi svona gripur kosta? Já, við ætlum að fá fyrir það sem ég hef lagt í bílinn, í vinnu og efni, þá 1,5 milljón.